Fundur settur í sveitarstjórn Norðurþings. Þetta fundur númer 152 og við erum stödd hérna í Sjóminjasafninu á Húsavík í menningarmiðstöð Þingeyinga. Það eru tveir varafulltrúar með okkur hér í dag. Það eru í útsendi dagskrá 33 mál á dagskrá fundarins. Út af dagskrá fundarins hefur tekið mál nummer 5. Þar sem það fór nú svona óvart inn á dagskrá vegna þess að umsagnarfrestur fyrir það mál var liðinn og semst ekki á dagskrá þessa fundar. Það er að segja opið samráð drög að frumvarpi til laga mat á fjárhagslegum áhrifum á sveitarfélög. Það mál semst fellur út af dagskrá. En mál nummer 1 er óskumlaust frá störfum. Númer 2 er Norðurþing kosnir í nefndir til 1 árs. 4 á tilnefningar á aðalfundi. Númer 3 er ársreikningur 2024. Númer 4 er þá ársreikningur Hafnarsjóðs Norðurþings. Númer 5 verður þá frumvarp til laga sýslumann sem er stjórnarfrumvarp og númer 7 er frumvarp sama meiði til laga sýslumann sem er þingmannafrumvarp. Og númer 7 fyrirgefið er þá hérna gjaldtaka á bílastæðum í miðbæ á Húsavík og Hafnarsvæði. Númer 8 er þá starfsreglur leikskóla og endurskoðun. Númer 9 er þá gjaldskrár Norðurþings. Númer 10 er gjaldskrár íþrótta- og tómstundasviðs 2025. Númer 11 eru reglur akstursþjónustu aldraðra. Númer 12 eru reglur miðjuna, hæfingu og dagþjónustu. Númer 13 eru þá reglur Norðurþings notendasamninga. Númer 14 er endurskoðun reglna félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings. Númer 15 eru reglur Norðurþings styrki til náms og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks. Númer 16 eru reglur Norðurþings stoð- og stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Númer 17 eru breytingar og reglum stuðningsþjónustu. Og númer 18 er ósk lóðaleigusamning Lóðalækjargili. Númer 19 er breyting á deiliskipulagi Suðurhafnarsvæðis hérna á Húsavík. Númer 20 er Berglind Jóna Þorláksdóttir sækir lóð að Stakkholti 7. Og númer 21 er Björgunarsveitin Garðar sækir lóð að Norðurgarði 7-9. Þar á eftir eru það fundargerði fjölskylduráðs, skipulags- og framkvæmdaráðs, byggðaráðs og 1 fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings. Og við göngum þá til dagskrár. Förum í mál nummer 1. Það er ósk lausn undan störfum en fyrir sveitarstjórn liggur beiðni lausn undan störfum frá Örnu Ýr Arnarsdóttur, fulltrúa D-lista, en hún hefur verið varamaður í skipulags- og framkvæmdaráði og einnig sem annar varamaður í sveitarstjórn og orðið laust. Engi sér kveðið sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem eru þessu sammála að veita lausn frá störfum. Gefið merki með þeir réttu pönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum í mál nummer 2. Það er Norðurþing kosning í nefndir. En fyrir sveitarstjórn liggur í kjölfar þess að skipa nýjan varafulltrúa í skipulags- og framkvæmdaráð í stað Örnu Ýrar Arnarsdóttur. Og einnig liggur fyrir sveitarstjórn að skipa nýjan fjallskilastjóra en því er frestað fram í maí. Og vorum með tillögu fyrirgefið í máli í þessu. Eða er ég að gefa orðið laust? Það er hér, þá þarf ég að sækja tölvuna, afsakið. Já, þá getum við gert það hér. Þá gerum við það hér vegna úrsagnar Örnu Ýrar verður annar varamaður í sveitarstjórn Þorsteinn Snævar Benediktsson og að Sigríður Þorvaldsdóttir verði varamaður í skipulags- og framkvæmdaráði. Orðið þá laust þessa tillögu. Engi sér kveðið sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem eru sammála því að þetta verði framhald málskifi merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða
Og við förum í ársreikning Norðurþings 2024 en fyrir sveitarstjórn liggja drög að ársreikningum sjóða og B-hluta félaga sveitafélagsins og þetta þá fyrri umræðu ársreikning sveitafélagsins fyrir árið 2024 og Katrín Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Hér lagður fram til fyrri umræðu ársreikningur Norðurþings fyrir árið 2024. Heilt yfir reksturinn svipaður og árið áður og skilar í við meiri rekstrarafgangi en árið á undan. Tekjur eru verulega hærri en áætlun gerði ráð fyrir og eru 8,3% hærri en raunin var árið 2023. Skatttekjur eru umtalsvert hærri en árið á undan og hækka liðlega 7,8% á milli ára. Tekjur jöfnunarsjóðs að hækka 7,4% á milli ára. Gjöldin hækka einnig töluvert á milli ára eða 9,5% og þar af vega launaliðirnir þungt og hækka í kringum 10%. Annar rekstrakostnaður stendur í stað á milli ára. Rekstraniðurstaða A-hluta fyrir afskriftir 445 milljónir króna og framlegð frá rekstri tæp 8% og í samstæðu 985 milljónir króna og framlegð frá rekstri 14,4%. Fjármagnsgjöld A-hluta eru neikvæð 19 milljónir króna og í samstæðunni vega fjármagnsgjöldin þungt eða 194 milljónir króna en fjármagnsgjöld hafa lækkað á milli ára með lækkandi vöxtum og verðbólgu. Og niðurstaða rekstrar A-hluta jákvæð 232 milljónir króna á árinu og rekstur samstæðu jákvæður 388 milljónir króna. Ef við förum í efnahagsreikningi þá eru eignir A-hluta, þær eru 7.592 milljónir króna í árslok og í samstæðu eru eignirnar 11.867 milljónir króna í árslok sem aukning 4,4% á milli ára. Og eigið fé og skuldir. Eigið fé sveitafélagsins í árslok nam 4.211 milljónum króna. Sækið aðeins. 4.211 milljónum króna samkvæmt efnahagsreikningi. Þar var eigið fé A-hluta 2.233 milljónir króna og hækkar 490 milljónir á milli ára vegna hagnaðar ársins og endurmats á eignum. Lífeyri skuldbinding A-hluta stendur í 2.525 milljónum króna og hækkar 60 milljónir á milli ára og í samstæðunni lífeyri skuldbinding í 2.606 milljónir króna. Skuldir við lánastofnanir þær lækka lítillega á milli ára í A-hluta eða 93 milljónir króna og engin ný lán voru tekin á árinu. Og í samstæðinu voru heldur ekki tekin nein ný lán og skuldbindingar þar lækka 192 milljónir króna á milli ára. Skammtíma skuldir lækka ekki mikið eða 40 milljónir króna á milli ára. Heildar skuldir og skuldbindingar A-hluta eru því 5.358 milljónir króna og samstæðunar 7.655 milljónir króna. Ef við kíkjum á yfirlit sjóðstreymi þá veltufé frá rekstri 673 milljónir króna í A-hluta og 1.077 milljónir í samstæðunni. Fjárfestingar á árinu voru 491 milljón króna í A-hluta og 858 milljónir króna í samstæðunni. Handbært fé frá rekstri 507 milljónir króna í A-hluta og 914 milljónir króna í samstæðunni. Handbært fé í A-hluta lækkar á milli ára 261 milljón króna og 952 milljónir króna í árslok. Handbært fé samstæðu lækkar 242 milljónir á milli ára og 1480 milljónir króna í árslok 2024. Aðeins að kíkja hérna á laun og launatengd gjöld en þau námu á árinu alls 3.588 milljónum króna og stöðugildi að meðaltali í samstæðu voru 320 á síðasta ári. Ef við kíkjum aðeins á lykiltölur þá eru launin í A-hluta í hlutfalli af rekstrartekjum 59,8% en það var áætlað 59,3% þannig að við erum mjög nálægt áætlun þar. Og laun í samstæðu eru 52,6%, voru áætluð 53,2%. Og íbúafjöldi í Norðurþingi í árslok 2024, þetta samkvæmt uppfærðum tölum Hagstofu, þá hann 3.114 og fjölgaði 33 frá fyrra ári.
Skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga lækkar á milli ára í samstæðunni úr 65% í 63% og ástæðan svo að tekjur aukast verulega og ekki hefur verið stofnað til nýrra skuldbindinga. Reksturinn hann alveg krefjandi þessar myndir. Bæði verið að framkvæma mikið á þessu ári og svo verulegar hækkanir tengdar nýgerðum kjarasamningum. Þannig við þurfum að sýna skynsemi og aga í rekstrinum áfram. Og ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna en við síðari umræðu þá mun liggja fyrir endurskoðunarskýrsla og þar farið mjög ítarlega yfir alla helstu þætti ársreiknings. Takk fyrir. Katrín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs ársreikning í fyrri umræðu. Þá liggur fyrir að vísa honum til síðari umræðu og þau sem eru sammála því gefi merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða að vísa honum til síðari umræðu og við förum í ársreikning Hafnarsjóðs Norðurþings. En á 31. og 1. fundi Hafnarsjóðs Norðurþings var eftirfarandi bókað að stjórn Hafnarsjóðs vísar ársreikningum til fyrri umræðu í sveitarstjórn. Og Eiður Pétursson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Eiður. Ja, forseti, kjörnir fulltrúar. Við erum hér stödd í fyrri umræðum ársreikning Hafnarsjóðs fyrir árið 2024 og hér liggja fyrir dröga reikningnum sem fylgir í gegn hérna með fundinum og ég ætla aðeins að renna yfir svona nokkra helstu tölur og staðreyndir úr reikningnum, úr þessum drögum að reikningi, en rekstratekjur. Heildartekjur Hafnarsjóðs voru 399 milljónir á árinu 2024 á móti 291 milljón ári áður, þannig að við erum að fara þar upp rúmlega 100 milljónir. Áætlað var að tekjurnar yrðu 352 milljónir, en vöru- og skipagjöld hækkuðu 76 milljónir krónur milli ára sem helgast af því að PCC Bakki var á fullum afkostum mest allt árið 2024, sem okkar stærsti tekjuliður. En tekjur af fiskiskipum það lækka lítilega, það voru 29 milljónir á síðasta ári á móti 31 milljón krónur ári áður, þannig að það nokkurn veginn stóð í stað. En tekjur af skemmtiferðaskipum, þær hækkuðu talsvert og voru 81 miljón á árinu, fóru úr 62, þannig að veruleg aukning þar. Tekjur af ferða- og skemmtibátum, þær voru 38 milljónir krónur á árinu, þannig að þær standa nokkurn veginn í stað. Rekstrargjöld, það laun og launatengd gjöld, þau voru 122 milljónir krónur á árinu, á móti 104 milljónum árið áður. Það skýrist aðalega því að Hafnarsjóður var með dráttarbát í sínum rekstri í 4 mánuði á árinu og þannig að það voru þeir sem á honum störfuðu ekki á leigu eins og var regnin á árinu, þannig að þá erum við með þá á launum hjá Hafnarsjóðnum. Afskriftir þær voru 82 á móti 77 milljónum krónum ári áður. Hagnaðar af rekstri fyrir fjármagnsgjöld var 82 á móti 25 ári áður og munar mest vöru- og skipagjöld og aukningin á tekjum sem tengdum komum skemmtiferðaskipa. Það vorum stattir í tap ársins, það var 27 milljón krónur en áætlað var 156 sem engu að síður mun betri niðurstaðan á síðasta ári og eins og fyrr segir það aukningin í vörugjöldum sem veldur því. Þessi reikningur hann sýnir mjög skýrt hversu mikilvæg verksmiðja PCC Bakka fyrir reksturinn. Hún alveg grunnstoð í þessum rekstri þarna. En langtíma skuldir og skuldbindingar. Í árslok 2024 námu langtíma skuldir og skuldbindingar Hafnarsjóðs 2009 milljónir krónu og hækka 52 milli ára sem eingöngur hækkun vegna fjármagnsgjalda. Eigið fé og skuldir. Eignir Hafnarsjóðs voru 1161 miljón og bókfært eigið fé árslok neikvætt 904 milljónir krónu. Þannig að þetta eru svona helstu tölur sem að koma út úr þessum drögum ársreikningi og við förum svo betur yfir þetta í seinni umræðu. Takk fyrir. Eiður Pétursson hefur lokið máli sínu og orðið laust ársreikninga Hafnarsjóðs fyrir 2024. Engin sem vil ræða það frekar, þá
liggur það fyrir að vísa þeim til síðari umræðu og þau sem eru því sammála gefur merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum þá í málnúmer, það sem núna 5, eða endurstillið hjá okkur fundagáttina, þá það málnúmer 5, sem frumvarp til laga sýslumann, sem stjórnarfrumvarp. Helena Eydís óskar eftir því að sveitarstjórn fjalli þetta mál á fundi sínum. Frumvarp til laga sýslumenn stjórnarfrumvarp og tekið skal fram að mál númer 6 frumvarp að sama meiði, nema semst þingmannafrumvarp en ekki stjórnarfrumvarp. Og Helena Eydís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti sveitarstjórn, já, ég óska eftir því að þetta mál fara að dagskrá sveitarstjórnar hér í dag þar sem að tíminn sem að gefst til umsagnar málið, hann fellur akkurat á milli funda hjá okkur í biðraði. Það þannig að þegar þetta fyrra mál lagt fram í þinginu þá það gert sama dag og fundadagskrá fyrir síðasta biðraðsfund var send út, þannig að þetta rataði ekki inn í dagskrá þar. Og umsagnarfresturinn verður liðinn þegar verður boðað til næsta fundar og hann haldinn. Ég ætla að fá aðeins að leyfa mér að tala þessi frumvörp bæði samhliða, þar segja málið sem númer 5 og málið sem númer 6, af því að þetta að sama meiði. Og vekja kannski líka athygli á því að mál númer 6 að umsagnarfresturinn í raun liðinn þar. Hann leið núna 1. apríl, það að segja fyrir 2 dögum síðan. Þessi frumvörp eru í grunninn kannski af sama meiði þó að þingmannafrumvarpi gangi kannski örlítið lengra í því hvað varðar þjónustu við byggðirnar, að tildinu til að þar gert ráð fyrir því að það séu svæðisstjórar í hverju af þeim sýslumannsembættum sem við höfum í núverandi skipulagi og jafnframt það líka gert ráð fyrir því hvar höfuðstöðvar embættis sýslumanns Íslands verði, sem þá verið að horfa til þess að verði hér. Frumvarpi sem í mál númer 6 í rauninni gamla frumvarpi sem Jón Gunnarsson ætlaði að leggja fram þegar hann var dómsmálaráðherra, en eftir að hafa verið með það í samráðsgátt lagði hann ekki frumvarpi fram. Ég vil leggja það til að sveitarstjórn feli sveitarstjóra að gera umsögn fyrra frumvarpi sem frumvarp sem kemur frá dómsmálaráðherra og að hún byggi grunninn á umsögninni sem var send inn árið 2022 varandi frumvarp Jóns Gunnarssonar sem hann hugðist leggja fram þá. Og þá kannski með aukinni áherslu á það að í okkar samfélagi í dag, eins og skipan sýslumannsembættisins núna, eða sýslumannsembættina núna, að þá þetta í rauninni staðbundna þjónusta ríkisins í byggðunum. Og við leggjum alla áherslu á það að skipulagi verði óbreytt, það verði áfram þessi 9 sýslumannsembætti sem og 9 sýslumenn sem sinna því hringinn í kringum landið. Þetta nær þjónusta ríkisins sem til mjög mikilvægt fyrir okkar íbúa í okkar samfélagi, en líka bara hringinn í kringum landið og atvinnulíf að sé til staðar, en ekki að þetta verði mögulega bara einhver fjarþjónusta sem verður sinnt. Ég held að það sé hægt að ná fram kannski hagræðingu innan sýslumannsembættanna bara með þeim hætti sem sýslumenn hafa nú þegar verið að gera, þar sem embættin hafa verið að taka að sér tiltekin verkefni og auka sérhæfingu innan sinna eininga, að þannig verði hægt að ná fram skilvirkni og mögulega einhverju sparnaði ef að það markmið. En ég held að það ætti að vera okkar áhersla í umsögn og bara eins og var áður að hér verði áfram sýslumannsembætti á Norðurlandi eystra og þau verði áfram 9 en ekki bara 1. Helena hefur lokið málinu sínu, orðið laust. Aldrei hefur beðið með orðið, gjörðu svo vel, Aldrei. Forseti, sveitarstjórn, takk fyrir þetta Helena. Ég ætla að fá að taka bara undir það sem hún var að segja og ég vil gjarnan að við sendum umsögn frá okkur þá bara í svipuðum nótum og við gerðum síðast. Ég hef miklar áhyggjur af þessu frumvarpi vegna þess að ég get ekki séð hvernig þetta á að vera betra fyrir landsbyggðina, alveg sama þótt að þau sjáu fyrir sér að aðalskrifstofan að sýslumaðurinn verði staðsettur Húsavík. Það skiptir bara ekki máli.
og ég vil bara, aftur, ég skil þetta ekki og ég sé ekki hvernig þetta á að vera betra fyrir landsbyggðina. Af því að það bara þannig lenskan í svona þegar það verið að sameina embætti og eitthvað þá dregst yfirleitt alltaf meirihlutin af starfseminni á stærsta svæði sem höfuðborgarsvæðið og það ekki gott fyrir litlu byggðasamlögin. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Við leyfum varaforsta. Já, forseti ágætt sveitarstjórn. Ég vil byrja því að taka undir það sem Helena fór hér yfir og góða ábendingu frá Aldi að enn á ný á að reyna að leggja þetta mál fram. Og það sem ég finnst kannski vera svolítið kjarnin í sér, það vegið svolítið að stjórnskipan landsins. En markmið og tilgangur frumvarpsins ennþá óljós. Það hefur ekkert breyst eða bæst í málið og eins og Helena fór hérna yfir og það væri næra að hugsa meira inn á við í hverju embætti. Til dæmis hvernig væri hægt með til dæmis rafrænni þjónustu og möguleiki á sérhæfingu embættanna ná fram þá einhverju sparnaði sem við vilja ná. Það ekkert fast í hendi sem að styður fullyrðingar í frumvarpinu að sameiningin auki þjónustuna. Það má draga þá ályktun það sé svolítið vegið réttindum starfsfólks, embættanna, þau verði rýrð og það bara eins og Aldi nefni hérna, það bara má draga það ályktun að þjónustan verði rýrð á hverjum stað, svona kjarna þjónusta borgarana, bara eins og geta farið inn til sýslumanns og stimpla erfðaskrána sína eða hvað það Það hvergi minnst á svona faglegar forsendur með frumvarpinu. Það beinlínis ekki rökstutt og það það sem kjarnin í þessu. Það ekki rökstutt í frumvarpinu af hverju verið að gera þetta. Það ekki verið að gera það. Það eru óljós orð og óljós hugtök sem líta einhverju landsskrifstofa, aðsetur, staðsetning og eins og hér hefur verið sagt, þetta ekki stóra málið hvort þetta í Húsavík eða í Hafnarfirði. Þetta aðferðafræðin við það hvernig þetta gert og það eins og hér hefur komið fram, rökin fyrir breytingum ekki að finna í málinu. Orðið laust. Helena hefur beðið orðið öðru sinni, gjörðu svo vel, Helena. Forseti sveitarstjórn, það kannski eitt til viðbótar sem ég myndi vilja koma á framfæri hér á þessum sveitarstjórnarfundi. Það þessi samskipti núna hálfu þings ríkisstjórnar gagnvart sveitarfélögunum. Og það sem ég á við þar til dæmis eins og þetta frumvarp sem fer ekki inn í samráðsgátt, það ekki send umsagnarbeiðni til sveitarfélaga, það fer umsagnarbeiðni á sýslumannsembættin og samtök sveitarfélaga, það 27 aðilar sem fá umsagnarbeiðni þessi 2 frumvörp og sveitarfélögin sem slík eru ekki meðal umsagnaræðila. Og ég velti fyrir mig kannski hvort það eitthvað sem við ættum að taka upp sérstaklega þá bara vettvangi byggðar á samskipti ríkis og sveitarfélaga og umsagnarbeiðnir, hvenær fáum við að vera með við borðið og skila inn umsögnum og hvenær ekki, hvenær þurfum við bara hreinlega að vera að vakta það sem að þingið og ríkisvaldið að gera með því að skoða þingskjöl og þingmálaskrá og velja sjálf hvenær við eigum að senda inn umsagnir og hvenær ekki. En beiðnirnar berast okkur ekki og mér finnst þetta svolítið varhugaverð þróun og bara í líka ljósi þess að fyrir þinginu liggur núna frumvarp sem að snýr að fjármálum sveitarfélaga og að það sé metin fjárhagsleg áhrif af frumvörpum en að við séum samt ekki boðið til samráðs. Það finnst mér aðferðafræði ótrúleg vinnubrögð og svona velti fyrir mér í þessu samhengi að þegar hér erum við ekki meðal umsagnaraðila sem að fá boðum umsögn þó öllum sé frjálst að senda hana inn að hvort það eitthvað sem við þyrftum að nippa í ríkisvaldi og þingið með og það jafnframt líka að þessi gætt að umsagnartíminn hann sé sanngjarn og eðlilegur. Mér finnst til dæmis ekki eðlilegt að þetta sé í jafn stóru mál á þetta 10 daga umsagnarfrestur og við vitum að sveitarfélögin sem eru 68 talsins segir maður rétt, þau eru misstór, stjórnsýsla misumfangsmikil
og fundartímar og tíðni funda líka misjöfn og eins og í okkar tilfelli þá fellur þetta núna á milli byggðarráðsfunda þar sem þetta myndi eðlilega öllu jöfnu hafa verið tekið fyrir. Sum sveitarfélög funduðu fyrr í þessari viku og voru ekki með þetta á sinni dagskrá og jafnvel ekki að funda fyrir seint í apríl þegar umsagnarfresturinn löngu liðinn en hefðu kannski vilja senda inn umsagnir. Þannig að mér finnst þetta ekki góður bragur að þessu af hálfu ríkisins og þingsins. Helena hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá liggur fyrir þessi tillaga það að sveitarstjóra verði falið að gera umsögn frumvarpið sýslumenn á grunni fyrri umsagnar og umræðu á sveitarstjórnarfundi. Einhver sem vil tjá sig tillöguna? Nei, þau sem geta samþykkt þessa tillögu gefi merki með þeir rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og á eftir málunum 5 þá förum við mál nummer 6 sem sama mál með örlitlum breytingum en orðið laust þá 6. mál ef við vill. Helena hefur beðið orðið, gjör svo vel Helena. Forseti, já bara þannig að það sé sagt ef að maður horfir fram á það að það verði bara eitt sýslumannsembætti þá myndi ég frekar vilja að það á þessum grunni heldur en á grunninum sem ráðherra hefur lagt fram. Helena hefur lokið máli sínu, orðið laust. Engin sem vill kveða sér hljóðs það. Þá þetta bara lagt fram og við förum þá í mál númer 7 sem gjaldtaka á bílastæðum í miðbæðinum á Húsavík og Hafnarsvæði en á 491. fundi byggðarráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykktir vegna bílastæðasjóðs Norðurþings og samþykktum sjóðsins vísað til staðfestingar í sveitarstjórn og liggur núna fyrir og orðið laust. Eiður Pétursson hefur beðið rauð, gjörðu svo vel Eiður. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Ég ætla aðeins að stikla á stóru varðandi þetta mál. Því sitt sýnist hverjum gjaldtöku bílastæða á Húsavík. Þetta sé nú ekki stórborg og það þurfi nú ekki mikið að vera kontrollera þetta. En ég ætla aðeins að fara yfir málið. Þú veist að það búið að fara í gegnum nokkur ráð og nefndir og menn búin að velta þessu verulega fyrir sér. Forsaga málsins svo að fyrst og fremst sé verið að horfa á Hafnarsvæði Húsavík og nokkur bílastæði upp af því sem gjaldskylt stæði. Það búið að gera ýmsar tilraunir á síðustu árum til að reyna að stýra umferð á álagstímum ferðaþjónustunnar á miðhafnarssvæðinu. Það hafa verið auglýst svokölluð frí parkingstæði, bæði á suðurfyllingu og ofar í bænum, til dæmis við skólana og íþróttahöllina. Þetta hefur gefist ágætlega en samt sem áður þá þarf meiri stýringu á hafnarsvæðinu. Því við skulum ekki gleyma því að þó sumir hafi talað svæðið niður og varandi íbúaþróun síðustu áratugina, hún hafi nánast staðið í stað, þá það nú samt sem áður þannig að hverju ári koma hingað í hvalaskoðun svona cirka 110.000 manns sem hafa verið að gerast síðustu árin. Ferðamynstur ferðamannana hefur breyst að því leyti að flestir koma hérna á bílaleigubílum eða einhvers konar kamperum og þannig að það fer mikið fyrir hópnum meðan þau eru hérna á álagstímum og einhvers staðar þurfa þessi bílar að standa meðan fólk í hvalaskoðuninni. Þetta verkefni svona fyrst og fremst á tilraunastigi ennþá. Það verður að reyna að stýra umferðinni og notkun á bílastæðum niður á hafnarsvæðinu og til þess að reyna að freista þessa ferðamenn sem koma hingað í hvalaskoðun að nota bílastæði ofar í bænum, þá reynt að ýta þeim til og á háannatíma þá reynt að ýta þeim til með þessu, með að gjaldskylda stæði niður frá og auglýsa þá gjaldfrjáls stæði ofar, því þetta auðvitað bara nokkurra mínútna gangur. Með þessu þá náttúrulega að reyna að bæta það ástand sem þarna niður á hafnarsvæðinu á háannatíma
og reyna jafnframt að minnka slysahættu því eins og við vitum þá auðvitað ýmislegt önnur starfsemi í gangi á höfninni á þessum tímum. Inn í þessum reglum þá gjaldskyldur tími, hann tekinn fyrir að 1. maí til 30. september, þannig að þetta bara yfir vor og aðeins fram á haustið, vor, sumar og fram á haust, og frá 8 á morgni til 20 á kvöldin, alla daga vikunar. Þetta það sem svona gengi út frá í byrjun. Eins og áður segir þetta tilraunaverkefni og þetta svona ekki gert þess að sekta fólk sem að ferðast hér bæinn við hefðbundnar athafnir eins og að mæta í sín sannkristnu stofnun að fara í Húsavíkurkirkju og fara þá í jarðafari og annað. Þannig að það ekkert verið að horfa eftir því. Það eru gjaldfrjáls stæði við kirkjuna og aðrar stofnanir bæjarins og þetta það bara allt annað dæmi þannig í gangi. Svo einhver dæmi séu tekin. Þetta verkefni það búið að fara í gegnum mörg ráð og stjórnir. Það búið að fara í gegnum stjórn Hafnarsjóðs, skipulags- og framkvæmdaráð sem hefur haft veg og vanda verkefnisins ásamt byggðaráði. Það búið að hafa víðtækt samráð við hagaaðila á svæðinu og þeim þakkað mjög fyrir gagnlegar ábendingar sem tekið hefur verið tillit til afgreiðslu málsins. Þannig að ég held að þetta sé nú svona stærsti hlutinn að kynna þetta aðeins, en eins og við segjum þetta eru stærsti hlutin sem hingað koma eru erlendi ferðamenn sem hafa verið að ferðast langan veg, þau þekkja þetta víða að úr heiminum, hvernig að komast að á bílastæðum og ég held að það muni mjög fáir snúa frá og fara aftur í burtu úr bænum af því að þeir geti ekki lagt bílnum sínum við skipslið, hvalaskoðunarbáts þeir eru að fara í ferðir. Þannig að ég held að við að búa að fara vel yfir þetta og þetta enn á tilraunastigi og þannig að við ætlum bara að prófum að sjósetja þetta núna í vor og sjáum hvernig þetta þróast og eflaust mun þetta taka einhverjum breytingum þegar framlíða stundir, en það bara eitthvað sem hluti af svona verkefnum. Takk fyrir það. Eiður hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri til að kveða sér hljóðs það, þá vil ég beða þau sem geta samþyktir sjóðsins að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 8 sem eru starfsreglur leikskóla, endurskoðun, en á 214. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir starfsreglur leikskóla og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og orðið laust. Já, Kristín Jóhann Lund, við beðum orð. Gjörðu svo vel, Kristín. Forseti sveitarstjórn, ég ætla að taka helstu breytingar sem voru gerðar á þessum reglum. Það að texti leikskóladeild og Raufarhöfn tekin út þar sem hún ekki starfrækt eins og og því óþarft að hafa hann þar inni að svo stöddu. Jafnframt mun það alltaf vera endurskoðað þegar og ef opnað þarf leikskóladeild á Raufarhöfn aftur. Svo sett inn í að dagar í kringum jól og áramót, dagar í dymbilviku, starfsdagar grunnskóla og mögulega einstaka aðri dagar sem valdir eru við gerð skóladagatals eru sérskráningardagar. Skrá þar vistun sérstaklega á þessum dögum og greiða sérstakt skráningargjald sem gefið upp í gjaldskrá leikskóla. Kristín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs það, þá ég beðið að þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og það líti út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum þá í mál númer 9 sem eru gjaldskrár Norðurþings en á 214. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir gjaldskrár leikskóla og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Kristín hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, forseti, breyting á gjaldskrá þá frá og með 1. ágúst 2025 eftirfarandi. Gjaldskrá vistunargjalds fyrir alltaf 6 tíma frá 8 til 14 lækkar 50% og vistunargjöld fyrir 7 og 8 tíma vistun lækka þá með að við fækkun 20 skráningardaga á ári 9%.
Öll gjaldskrá tekur eftir það 2,5% hækkun til samræmis við stuðning ríkisstjórnar og Sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kjarasamninga í mars 2024. Fæðisgjöldin haldast óbreytt frá 1.1.25. Gjald vegna barnsins sóttir eftir umsaminn tíma hækkar upp í 4.000 krónur. Daggjald sérskráningar verður 2.490 krónur og 6% hækkun eru öllum tekjutengdra afslátta. Kristín hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt gjaldskrána eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Einhverja móti? Sammála? Já, þetta er samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 10 sem eru gjaldskrár íþrótta- og tómstundasviðs 2025 en á 212. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað vegna breytts fyrirkomulags sumarfrístundar samanber lengri vistunartíma og aukinnar þjónustu samþykkir ráðið gjaldskrár breytingu sumarfrístundar og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Kristín Jóhann Lund hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, forseti og sveitarstjórn, sem sagt eins og komið fram vegna breytts fyrirkomulags og aukinnar þjónustu eins og vistunar í hádegi og ávöxtundar fyrir hádegi var samþykkt í fjölskylduráði að stök vista vika muni kosta 15.000 krónur. 11.700 króna afsláttur verði veittur af heildarverði ef að allar 7 vikur eru bókaðar í einu. Systkinaafsláttur yrði 50% fyrir annað barn og 100% fyrir þriðja barn. Einstæðir foreldrar fá 25% afslátt og þeir sem ætla að nýta sér þann afslátt þurfa að setja sig í sambandi við forstöðumann frístundar. Kristín hefur lokið máli sínu, orðið laust. Aldi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Aldi. Forseti, ég var bara svona rétt í þessu samhengi að segja að þetta er mjög mikið framfara skref. Ég hef ekki komið inn á það áður að það sé opið allan daginn í frístund og ég er mjög glöð með það og vel gert. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós það. Þá vil ég beðja þau sem geta samþykkt gjaldskrár íþrótta- og tómstundasviðs eins og líta út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við förum í mál númer 11 sem eru reglur akstursþjónustu aldraðra en á 212. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykkir reglur akstursþjónustu aldraðra og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Bylgja hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Bylgja. Já, forseti, kjörnum fulltrúar. Þetta eru raun og veru, þessar reglur koma raun og veru í framhaldi af umræðum sem fóru fram á síðasta sveitarstjórnarfundi þar sem við þurftum að setja nýja reglur þar sem að verið er aðskilja akstursþjónustu aldrara og akstursþjónustu við fatlaða. Þannig að þetta er sem sagt, nú þurfum við að samþykkja, ef vonandi, samþykkjum við það öll, nýja reglur akstursþjónustu aldrara. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu, orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér ljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur að gefa merki með því að rétta upp hönd. Einhverja móti? Samþykkt samhljóða, já. Við förum þá í mál númer 12 sem eru reglur miðjuna, hæfingu og dagþjónustu en að 213. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráðs samþykkir reglur miðjuna, hæfingu og dagþjónustu og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og svo það sé sagt, þá er hér aðeins orðalags og svona staðbreytingu að ræða í þessum reglum en orðið laust.
Engin sem vil kveða sér hljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og við förum í mál númer 13 sem eru reglur Norðurþings notendasamninga en á 213. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að fjölskylduráð samþykki reglur notendasamninga og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Kristinn Jóhann Lund hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kristinn. Forseti, þessar reglur eru alveg frá grunni eftir athugasemd frá Gæða- og eftirlitsstofnun. Markmið notendasamninga að auka val einstaklinga á formi og fyrirkomulagi aðstoðar að undangengnum faglegu mati sem fellur undir stuðning og stóðþjónustu. Að ræða þjónustu samkvæmt 8. grein laga þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Kristinn Jóhann hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljós, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og að líta út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 14 sem endurskoðun reglna félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings en á 213. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykki reglur félagslegt leiguhúsnæði og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Bylgja hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Bylgja. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Hér mestu verið að gera smá breytingar á orðalagi en einnig verið að skýra betur heimildir til uppsagna húsaleigusamningi ef að til dæmis slæmu umgengni sé að ræða eða að greiðslu sé ábótavant. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið laust. Engin sem vil kveða sér hljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þess að endurskoðu reglur að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum í mál númer 15 sem eru reglur Norðurþings styrki til náms og verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks en á 213. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað að ráðið samþykki reglur styrki til náms og verkfæra og tækjakaupa fólks með langvarandi stuðningsþarfir og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og tekið skal fram að hér bara svona heildar uppfærslu og að ræða í þessu máli. En orðið laust. Engin sem vil kveða sér hljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum þá í mál númer 16 sem eru reglur Norðurþings stoð og stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir en á 213. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykki reglur stoð og stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og vísa þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Kristinn Jóhann Lund hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Kristinn. Já, forseti, hér verið að bæta við reglum stoðþjónustu og sameina við reglur stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Kristinn hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki fleiri sem vilja kveða sér hljós það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur eins og að líta út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það samþykkt samhljóða og við förum þá í mál númer 17 sem eru breytingar reglur stuðningsþjónustu en á 213. fundi fjölskylduráðs var bókað að ráðið samþykki reglur stuðningsþjónustu og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið laust. Formaður fjölskylduráðs Kristinn Jóhann Lund hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti sveitarstjórn, hér alveg nýja reglur sem byggja á lögum félagsþjónustu og lögum málefni aldraðra. Þetta eru reglur sem eiga þá við þá sem hafa stuðningsþörf innan 15 tíma á viku.
Með staðfestingu á þessari og öllum fyrrgreindum reglum hérna í dag hefur sveitarfélagið brugðist við öllum þeim athugasemdum sem bárust frá Gæða- og eftirlitsstofnun velferðarmála. Kristinn Jóhann hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs það, þá vil ég biðja þau sem geta samþykkt þessar reglur stuðningsþjónustu og gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og höfum við þá lokið umræðu og atkvæðagreiðslum duglega yfirferð fjölskylduráðs á reglum og svoleiðis hjá sér. Vel gert hjá fjölskylduráði. Við fyrir það málum 18 sem er ósk lóðarlegu samning lóð við Lækjargil. En á 212. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að Elías Frímann Elvarsson óskar eftir endurskoðun afstöðu skipulagsnefndar varðandi gerðar lóðarlegu samnings eign hans við Lækjargil. Húseigandi hyggst hefja sauðfjárrækt á lóðinni. Skipulags- og framkvæmdaráð leggur til í sveitarstjórn að gerðu verði lóðarlegu samningur við húseiganda til ársloka 2040 á grunni fyrirliggjandi deiliskipulags og að húseign hans verði skráð á byggingarleyfi í stað stöðuleyfis og orðið laust. Eiður Pétursson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Eiður. Forseti, kjörni fulltrúar, hérna er mjög gott mál á ferðinni hér. Er ungu maður sem er að fara að hefja búskap, sem er mjög jákvætt. Ég hef mikið fyrir búskap og ánægði með það að fjárbúskapur sé ekki alveg að deyja út í sveitarfélaginu. Hann er meðan með mark sem er sneitt aftan og hópið til framan hægra alheilt vinstra. Þetta er mjög gott mark og ég efast ekki að þetta muni ná langt í þessum frama. Þannig að ég bara legg til að menn samþykja þetta. Takk fyrir. Eiður Pétursson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Ekki fleiri sem vilja kveða þessi hljóðs það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þetta mál eins og það lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Samþykkt samhljóða. Við fyrir það mál númer 19 sem er breyting deiliskipulags Suðurhafnasvæðis en á 213. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að skipulagstillagan verði samþykkt án breytinga frá kynntri tillögu. Skipulagsfulltrúa verði síðan falið að auglýsa gildistöku skipulagsins og orðið laust. Engin sem veit kveða sér hljóðs það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þetta mál eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða og við fyrir það mál nummer 20, það er að Berglind Jóna Þorláksdóttir sækir lóð að Stakkholti 7 en á 214. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var bókað að ráðið leggur til í sveitarstjórn að Berglindi Jónu verði úthlutað lóðinni og orðið laust. Engin sem vil kveða sér hljóðs þetta mál. Þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þessa úthlutun að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Við förum þá í mál nummer 21 sem er Björgunarsveitin Garðar sækir lóð að Norðurgarði 7-9 en á 31. fundi stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings var bókað að stjórn Hafnarsjóðs tekur jákvætt í umsókn Björgunarsveitarinnar Garðars lóð að Norðurgarði 7-9 og leggur til í sveitarstjórn að lóðunum verði úthlutað til Björgunarsveitarinnar Garðars og tekið skal fram og bókað, fært til bókar, að formaður Björgunarsveitarinnar Garðars, Ingibjörg Benediktsdóttir, sem sittur í sveitarstjórn, víkur semst undir þessu máli. En orðið laust. Engin sem vil kveða sér hljóðs það, þá vil ég beða þau sem geta samþykkt þetta mál eins og lítur út að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða
höfum við þá lokið formlegum afgreiðsluliðum og gerum stutt fundarhlé.
Já, fundir framhaldið í sveitarstjórn Norðurþings hérna í Sjómennasafninu Húsavík og við erum komin í fundargerði til staðfestingar og það þá fyrst fundargerðir fjölskylduráðs, fundur nummer 211 til og með 214, mál nummer 22 til og með 25 og orðið laust fundargerði fjölskylduráðs og ég biðja kjörna fulltrúa að taka fram í hvaða fundargerð og hvað liður í þeirri fundargerð fólk óskar eftir að taka til máls og orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti, það málum þá 23 sem fjölskyldur á 212, fjórði liður. Sinfó í sundi. Mér finnst þetta reglulega skemmtilegt verkefni og ber að hrósa Sinfóníuhljómsveit Íslands sem mikil gersemi okkar Íslendinga og þakka fyrir þetta verkefni. Ég vil hvetja okkur til þess að nýta okkur það, fara í sund á þessum tíma og segja takk við Sinfóníuhljómsveit Íslands, gera svona verkefni hringinn í kringum landi, draga svolítið almenning að tónlistinni og ég vil skora íbúa að taka þátt í lok ágúst og líka bara nota tækifæri bara til að gleðjast og hafa svolítið gaman og við sveitarfélagi gerum svolítið úr þessu, notum okkur þennan viðburð hjá þessari hljómsveit til þess að hífa okkur svolítið upp, hafa svolítið gaman að þessu. Orðið laust þennan lið eða aðra liði í fundargerðum fjölskylduráðs, þá orðið laust. Svo ekki, þá lokum við umræðum fjölskylduráð og förum í fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs sem 3, fundir 212 til og með 214, mál nummer 26 til og með 28 og orðið laust. Bylgja hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Bylgja. Já, forseti, kjörnir fulltrúar, þetta fundargerð 212, lið 5, Borgarhússkóli viðbygging, fjölnota húsnæði. Mér langar bara að koma upp og bara lýsa yfir mikilli ánægju og ég tel að mikið fagnaðarefni að nú sé loksins búið að bjóða út þetta verkefni eftir langa og stranga meðgöngu eins og við vitum öll. Og verður þessi bygging mikil lyftistöng fyrir nemendur Borgarhússkóla því hún án efa eftir að nýtast skólanum mjög vel. En ekki síður fagna ég því að nú sé loksins að fara að rísa hér glæsilegt húsnæði, frístundar og félagsmiðstöðvar fyrir unga fólki okkar. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið laust þennan 5. lið fundargerða fjölskylduráðs nummer 212. Eða aðra liði í fundargerðum skipulagsráðs, þá orðið laust. Með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það það mál nummer 26, skipulags- og framkvæmdaráð nummer 212, liður 1 vegna umferðaröryggis. Og ég þakka þar fyrir framlagða tillögu það að hvetja ráðið til að hefja vinnu við umferðaröryggismál í þéttbýlinu á Húsavík og síðan leggja fram þessa umferðaröryggisáætlun fyrir sveitarstjórn. Áætlun sem lýtur að umferðaröryggi og sömuleiðis vil ég hvetja skipulags- og framkvæmdaráð til að kalla alla hafa að málinu, hvort sem lögregla, ökukennarar, skólar eða þá fleiri aðilar. Því auðvitað í vaxandi samfélagi þarf að hlúa að þessum þætti og mögulega umferð að fara að aukast í miðbæ Húsavíkur. Þannig að það þarf að hlúa sérstaklega að börnum og ungmennum, fræða íbúa. Í svolítið þessum breytta heimi þar sem við erum með hopphjól og fleygiferð sem 2 eða 3 á hjálmlausir
og þá leið líka bara hvernig við ætlum að vera sem fullorðið fólk sem fyrirmyndir í umferðinni. Ég vil þakka fyrir þessa framkomnu tillögu og skora á skipulags- og framkvæmdaráð að flýta þessu máli eins mikið og hægt er. Orðið er laust. Þennan lið eða aðeins. Ekki fleiri sem vilja kveðið sér hljóðs það, þá teljast fundargerðir skipulags- og framkvæmdaráðs framlagðar og við förum í fundargerðir byggðaráðs sem eru fundið nr. 489 til og með 491, mál nr. 29 til 31 og orðið er laust. Ingibjörg hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Ingibjörg. Forseti, kjörnir fulltrúar. Ég ætla að tala byggðaráð fund nr. 490, mál nr. 1, erindi varðandi náttúruvernd í Norðþingi, þar sem að byggðaráð fékk til sín gest Þorkell Lindberg Þórarinsson, forstöðumann Náttúrustofu Norðurlands eystra. Þar er bókað í byggðaráði að byggðaráð mun í framhaldinu vinna því að koma á fót náttúruverndarnefnd og ég vil bara hvetja byggðaráð til að vinna þetta hratt og örugglega og mér finnst liggja mikið á því að hafa náttúruverndarnefnd. Svo kemur líka fram að Norðurþing lýsir sig reiðubúin til að vera leiðandi sveitafélag í starfi nefndarinnar ef að það færi þannig að það yrði á öllu starfsvæðinu okkar Norðurlandi eystra eða hvernig sem það er. Þá bara finnst mér mikilvægara að við förum bara strax í þessa vinnu að koma þessari nefnd á laggirnar. Takk. Ingibjörg hefur lokið máli sínu. Katrín Sigurjónsdóttir, sveitarstjóri, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Katrín. Forseti, ég ætla að taka til máls undir sama lið. Við höfum sendt þessa bókum byggðaráðs á öll sveitarfélögin á starfsvæði SSN og Tjörneshrepps, eða sem sagt, já, öll sveitarfélögin innan SSN og Tjörneshrepps og meðfylgjandi þá létum við vera erindisbréf náttúruverndar Þingeyinga til þess að vitna svona í þau lög og reglur sem að náttúruverndarnefndinni ber að starfa eftir. Og auk þess þá er búið að taka þetta til umfjöllunar hjá stjórn SSN, þannig að við gáðum þeim frest út apríl til þess að bregðast við, vegna þess að það eru misjafnt hvenær sveitarstjórnarfundir eru haldnir hjá þessum sveitarfélögum og ég reikna þá svona með að í byrjun maí að þá verðum við komið með heildarmynd á það hver þáttakan verður í verkefninu. Nú ef hún er engin þá bara getum við gert þetta einn. En auðvitað væri mjög gaman ef að fleiri sveitarfélög sæju sér hag í því að vera með í þessu verkefni. Katrín hefur lokið máli sínu. Orðið þá laust þennan fyrsta lið í þessari fundargerð. Já, Helena hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Helena. Forseti, já, ég vil kannski bara í fyrsta byrja á því að þakka Þorkell Lindberg Þórarinsssyni, forstöðumanni Náttúrustofu Norðausturlands, fyrir að koma til þess að fundar við byggðaráð og brýna okkur svolítið vel í náttúruverndarmálum. Eins og Katrín kom inn á, þá hefur erindi farið og verið tekið fyrir stjórn SSN og þar sem að ég hafði tækifæri til að fylgja því eftir og þá varðandi það að sveitarfélögin starfsvæði SSN og þá Tjörneshreppi líka ættu samstarf náttúruverndarnefnd og mér langar kannski aðeins að bæta við þetta og hvað allavega ég sé fyrir mér þar. Það væri í rauninni áþekkt fyrirkomulag eins og við erum að horfa á bara með barnaverndarmálin, þar sem Akureyri er núna leiðandi sveitafélag í samstarfi sveitafélagana á svæðinu í barnaverndarmálum og heldur utan málaflokkin og þjónustar öll sveitafélögin þar það að fara með náttúruverndarmálin í sambærilegan farveg og við yrðum þá leiðandi sveitafélag þar
gefur færi á því að við erum með stærra svæði undir og það gefur færi á því að við getum betur skipað faglega í náttúruverndarnefnd heldur en kannski hverju einu sveitafélagi tekst. Og það er annað líka sem að gerist að þá er þetta ekki að fara sérstaklega inn í, eða þá er þetta ekki að lenda og verða hotdreka inn í einhverjum nefndum sem er að fjalla til dæmis bara umhverfismál, skipulag og framkvæmdir og eiga svo jafnframt sömu aðilar, þetta gerist í sömu sveitafélögum, að þar eru náttúruverndarmálin líka inn í nefndum sem fjalla þessi mál. Þannig að þar nefndirnar sem er að veita leyfi og heimildir til framkvæmda eru líka að gæta hagsmuna náttúrunnar og það getur annarkvort orðið útundan eða ekki fengið nægilega faglega umfjöllun. Þannig að við fengjum að mínum að til faglegri umfjöllun með því að fara í þannan farveg. En verði ekki vilji til þess hjá sveitafélögunum hinum til þess að eiga samstarf þetta, þá sjálfsögðu þurfum við að taka okkar samþykktir upp og ákveða með hvaða hætti skipan náttúruverndarmála verður innan stjórnsýslu sveitafélagsins Norðurþings. En ég bind vonir við það að í það minnsta einhver sveitafélag myndi vilja eiga samstarf náttúruverndarmálin og best væri ef við getum öll saminast rekstur þessara nefndar og við myndum halda utan starfið. Helena hefur lokið máli sínu, orðið þá laust þennan fyrsta lið í fundargerð byggðarráðs með 490. Eða aðra liði í fundargerðum byggðarráðs með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það er mál nr. 29, byggðaráðurinn með 489, liður 4, sem er krubbur hugmyndahraðarhlaup. Þar var sannarlega suðupottur hugmynda, raunhæfra hugmynda. Hugmyndir alls konar lausnum og hér er verið að styrkja svona nýsköpunar hugsun í samfélaginu og festa í sessi samstarf atvinnulífs, iðnaðar og nýsköpunar með því að leiða saman almenning og sérfræðinga til samstarfs. Og ég fekk það hlutverk, frábæra hlutverk, skemmtilega hlutverk að vera fulltrúi Norðurþings í þessu hugmyndarhraðhlaupi og tók þar þátt sem var ákaflega skemmtilegt. Þáttaka í hugmyndarhraðhlaupinu var mjög góð, þar sem að margar raunhæfar hugmyndir komið fram, en Norðurþing var með áskorun í hugmyndarhraðhlaupinu sem væri eins konar nýtt kennifyrirbæri eða staðarsvipur á Húsavík og þá áskorun unnu þau Björn Hákon Sveinsson og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir í flokki Norðurþings með verkefnið hönnunar staðall Húsavíkur og mér langar að segja sveitarstjórn örstutt frá því, en það er sem sagt hugsað fyrir umhverfið sem við öll notum fyrir gangstéttar, skilti, hjólastíga, hellulagnir, gróðurval, efnisval og almennan frágang. Staðlinum er líka ætlað að vinna markvisst með staðareinkenni Húsavíkur í hönnun og aðkomu hliðum inn í bæinn, útsýnistaði, leiksvæði, umhverfislistaverk og svo framvegis. Bæta upplifun ferðamanna og líka að auka lífsgæði okkar íbúa með því að tryggja ákveðin svona umhverfisgæði í öllum framkvæmdum sveitafélagsins. Þannig að þarna er margnýtanleiki staðalsins sem felur í sér mögulegan sparnað í hönnunar og framkvæmdakostnaði fyrir sveitafélagið og bjóða fyrirtækjum síðan og stofnunum að fylgja þessum staðli sem er verið að vonandi fara setja upp. Hönnunar staðli Húsavíkur er ætlað að skapa gæði og samræmt umhverfi sem tekur utan íbúa og gesti. Styrkja heildar upplifun fólks á Húsavík og skapa svona einstaka sérstöðu fyrir sveitafélagið. Ég vil óska þeim til hamingju með þetta, þeim Birni Hákoni og Sigurborg Ósk. Virkilega spennandi verkefni og hlakka til að fá nánari kynningu á þessu þá hjá sveitafélaginu. Sömuleiðis var það verkefni sem vann krubbinn sjálfan, sem var mjög fróðlegt verkefni sem er norðurljósa slóð og það felur í sér svona nýstárlegt verkefni sem miðar að þeir bæta upplifun svona á vetrartímanum á Húsavík og í Norðurþingi. Það er hannað af þeim Evu Björk Káradóttur og Kamil Dabrowski
sem felst í því að lýsa upp fallegu gönguleiðina hérna fyrir ofan Húsavík og upp að Botnsvatni og kringum Botnsvatn með sérstökum áherslum á norðurljósa svona inspiral, nú mann ég ekki allt íslenska orðið, svona með vísan í norðurljósin og dimmum vetrakvöldum þegar myrkur tekur yfir, verður þessi gönguleið öruggari og aðgengilegri fyrir íbúa og ferðafólk. Reglulega spennandi verkefni sem sömuleiðis verður áhugavert að fá hérna nánari kynning á hérna hjá sveitafélaginu og aftur vil ég óska þessu fólki til hamingju og þakka leið Krupp eða þá hraðinu fyrir hérna frumkvæði þessu verkefni sem var allt í skemmtilegast og ég held að þetta verkefni muni halda áfram að stækka og vaksa og gera Húsavík að svona enn meiri stað fyrir svona nýsköpun og suðupott hugmynda. En orðiðlaust þetta mál. Eða önnur máli í fundagerðum byggðarráðs, þá orðiðlaust. Já, með leyfi varaforseta. Já, forseti ágæta sveitarstjórn, það það mál númer 31 sem fundagerð byggðarráðs númer 491, 7. liður, sem erindi frá menningarmiðstöð Þingeyinga, þar sem við erum einmitt stödd núna. Mér langar vekja athygli á þessu máli, erindi frá stjórnar menningarmiðstöð Þingeyinga á því svæði sem getur verið mjög spennandi svæði til uppbyggingar. Svona kringum 6.500 fermetrar, svæði í eigu menningarmiðstöðvar Þingeyinga og Hvamms. Það sem áhugi menningarmiðstöðvar Þingeyinga að skila lóðinni, meðal annars vegna þess að það ekki fyrirhuguð uppbygging. Og það húsnæði sem á þessari lóð verði nýtt á öðrum stað og gert aðgengilegra hérna fyrir framan bygginguna, það sem við erum stödd einmitt núna. Hér opnast spennandi tækifæri til þéttingar í miðbæ Húsavíkur og mögulega til að byggja íbúðarhúsnæði eða eitthvað annað sem verður spennandi að fylgjast með. Og við munum þá ræða við stjórnir menningarmiðstöðvar Þingeyinga útfærslu og stjórn dvalarheimilisaldrara til þess að mögulega ná þá einhverju aukinni samlegð við það þjónustu sem svona hérna í miðbæ Húsavíkur. Mér finnst ástæða til þess að vekja athygli á þessu spennandi tækifæri í framtíðinni. Orðiðlaust þá þetta mál. Eða önnur mál í fundagerðum byggðarráðs, þá orðiðlaust. Ég ætla bara að segja aftur með leyfi varaforseta. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn, það mál númer 11 í fundargerð byggðarráðs númer 491 sem frumvarp til laga breytingu á veiðigjaldi. Því hér eru að ræða eina mikilvægustu atvinnugrein Íslendinga, svona undirstaða byggða, hringinn í kringum landið. Málið vekur eðlilega upp mikla athygli sem reyndar á alls konar forsendum og sitt sýnist hverjum í þessu máli og það sem að sumum virðist reyndar duga skoðun sem rök í málinu. Ég held að sé almenn sátt að veiðileyfagjaldið skuli hækka því að þau sem nýta auðlindina hagnast náttúrulega verulega af því og ég held að sé almenn sátt það í samfélaginu að þau greiði meira í sameiginlega sjóði með beinum hætti. En umræðan virðist reyndar hverfa svolítið stórútgerðina eða strandveiðar. Það virðist ekki alltaf vera eitthvað mikið þarna milli. Og þrátt fyrir þessa almennu sátt sem ég held að sé hækkun gjaldsins
hefur það ekki tekið síðastliðin ár. Það hefur ekki gert það. Og stór útgerða fyrirtæki sem að greiða sér og eigendum sínum milljarða í arð svolítið svona býta umræðuna núna í skottið. Þannig að við þurfum að finna einhverja sanngjarna rentu á þessari eign þjóðarinnar. Það sannarlega mikil gagnrýni á málið og ég tek hluta til undir það. Áhrifin af þessu máli eru óljós og óvissa fyrir hvert og eitt sveitafélag, fyrir utan svo hversu galið það að hvert og eitt sveitafélag þurfa að kanna stöðu í sínu sveitafélagi í staðinn fyrir að það sé bara kannað áður en að það sé haldið áfram með þetta mál. Fyrir svo utan að okkur alltaf að kanna málið á 10 dögum. 10 dögum. Það var lengri frestur lottófrumvarpið sem fól í sér breytingu á reglugerð talnagetrun íslenskra getspár að fjölga 3 stafi úr 42 í 45. Það var 14 daga frestur til að gera athugasemdir við það mál. Því að fjárhagslegar afleiðingar af þessu máli eru óljósar. Þetta snýst um að fá auka og meiri tekjur með beinum hætti í kassan að þessari auðlind sem þjóðin á, sem mjög gott mál, en á kostnað hvers. Alltaf helmingur tekna á Raufarhöfn, það sjávarútvegur, með styrkjum. Því að hvaða mögulegu áhrif hefði þetta þar? Því að mestar tekjurnar að sjávarútvegi koma inn í Reykjavík en minnst áhrif kannski einmitt af þessu máli. Að mínu viti þá ekki verið að gæta hérna meðalhófs og það ekki, í staðins að setja bara áætlun í tíma ná fram þessari sátt sem ég held að sé í málinu þessa mikilvægu atvinnugrein sem varðar okkur öll hringinn í kringu landið. Og svona láta ekkert einhvern pólitískan skyndikjark keyra málið svolítið áfram. Þannig að mér finnst að við kalla svolítið eftir meiri fagmennsku í þessu máli, svona hálfu íslenska ríkisins. Orðið laust þetta mál. Eða önnur mál í fundargerðum Byggðarráðs, þá orðið laust. Svo ekki, þá förum við í síðasta mál á fundinum, sem stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings, númer 31 og orðið laust þá fundargerð. Enginn sem vill kveða sér hljóðs hana, þá tælst hún framlögð og dagskrá fundarins tæmd. Þá eigum við eftir að lesa yfir fundargerðina. Fundarritari gerir sér kláran í það. Þetta var 11 hér. Og ég byrði varaforseta að vera með vökulaugu. Þetta 152. fundur sveitarstjórnar, haldinn í Safnahúsinu Húsavík. Við skrunum niður. Fyrsta mál ósk laust undan störfum. Það að sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi beiðni samhljóða. Mál númer 2 kosningi nefndir. En vegna úrsagnar Örnu Ýrar verður annar varamaður í sveitarstjórn Þorsteinn Snævar Benediktsson, öðru leyti lagt til að Sigríður Þorvaldsdóttir verði varamaður í skipulags- og framkvæmdalögðu sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu samhljóða. Þá það árssetningur Norðurþings, mál númer 3, þar tók Katrín til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa árssetningi til síðari umræðu í sveitarstjórn. Mál númer 4, þar árssetningur Hafnarsjóðs Norðurþings. Þar tók Eiður til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða að vísa árssetningi sjóðsins til síðari umræðu. Mál númer 5. Það frumvarp til laga sýslumann sem stjórnarfrumvarpsmálið. Þar tóku Helena, Aldi og Hjálmar til máls og Helena leggur fram þá tillögu að sveitarstjórn verði falið að gera umsögn frumvarpið sýslumenn á grunni fyrri umsagnar og umræðu á sveitarstjórnarfundi. Það samþykkt samhljóða. Og mál númer 6. Það þá sama meiði sem þingmannamáli. Þar tók Helena til máls og málið lagt fram. Mál númer 7 gjaldtaka á bílastæði með miðbæ
á Húsavík og Hafnarsvæði. Þar tók Eiður til máls og sveitarstjórn staðfestir samþykktir sjóðsins samhljóða. Mál númer 8 eru starfsreglur leikskóla. Þar tók Kristinn til máls og sveitarstjórn samþykkir fyrirlengjandi reglur samhljóða. Mál númer 9 eru gjaldskrár Norðurþings. Þar tók Kristinn til máls og máli samþykkt samhljóða. Mál númer 10 eru gjaldskrár íþrótta og tómstundasviðs. Þar tóku Kristinn og Aldey til máls og það málið samþykkt samhljóða. Mál númer 11 eru reglur akstursþjónustu aldraðra. Þar tók Bylgja til máls og sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi reglur samhljóða. Mál númer 12 eru reglur miðjuna, hæfingu og dagþjónustu. Sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi reglur samhljóða. Mál númer 13, þar eru reglur Norðurþings notenda samninga. Þar tók Kristinn til máls og sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi reglur samhljóða. Mál númer 14, það endurskoðun regla félagslegt leiguhúsnæði Norðurþings og þar tók Bylgja til máls og sveitarstjórn samþykkir samhljóða. Mál númer 15, það eru reglur Norðurþings styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks, þær eru samþykktar samhljóða. Mál númer 16 eru reglur Norðurþings stoð og stuðningsþjónustu fyrir fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Þar tók Kristinn til máls og reglurnar samþykktar samhljóða. Mál númer 17 sem eru breytingar á reglum stuðningsþjónustu. Þar tók Kristinn til máls og sveitarstjórn samþykkir reglurnar samhljóða. Mál númer 18 er óskum lóðaleigusamning. Þar tók Eiður Pétursson til máls og sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs samhljóða. Mál númer 19 er breyting á deiliskipulagi á Suðurhafnarsvæði og þar sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs. Mál númer 20 er Berglind Jóna Þorláksdóttir sem sækir lóð að Stakkholti 7. Það er samþykkt samhljóða. Mál númer 21, það er Björgunarsveitin Garðar sækir lóð að Norðurgarði 7-9. Ingibjörg Benediktsdóttir vék fundi undir þessum liðin. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða tillögu skipulags- og framkvæmdaráðs. Þá eru það fundargerðir. Það er fundargerðir fjölskylduráðs. Númer 212 er lögð fram til kynningar. 211 er lögð fram til kynningar. Númer 212. Þar tók til máls Hjálmar undir liðnum Sinfó í Sundi. Aðrar fundargerðir fjölskylduráðs lagðar fram án umræðu í fundargerðum skipulags- og framkvæmdaráðs. Í fundargerð númer 212, fyrsta lið tók Hjálmar Bogi til máls og í 5. lið þar tók Bylgja til máls. Þá er það aðrar fundargerðir lagðar fram án umræðu. Þá er það fundargerðir byggðarráðs, þar tók til máls Hjálmar Bogi undir mál í fundargerð 489 í 4. lið. Og í fundargerð númer 490 í 1. lið þar tók Ingibjörg til máls, Katrín og Helena. Og þá er það fundargerð númer 491, 11. liður, þar tók Hjálmar Bogi til máls og svo er það fundargerð stjórnar Hafnarsjóðs Norðurþings sem er lögð fram án umræðu. Eru athugasemdir við fundargerðina? Förum í lið 5. Hér er athugasemdir það fyrri, þá setjum við það hér inn að sveitarstjóra verði falið að gera umsögn frumvarp sýslumenn á grunni fyrri umsagnar byggðarráðs málið. Sýslumann. Sýslumann. Og umræðu sveitarstjórnarfundi. Skráum þetta hjá okkur. Eru aðrar athugasemdir við fundargerðina? Svo er ekki, þá skoðast hún samþykkt og við slítum fundi. Og fundi slitið.